Bing bong, bing bong. Eitt, tveir. Þetta prófa að fara inn í leikinn. Heyrið ekki í ykkur Viljið í ykkur staðfesta að núna? við sem búin að opna fyrir. Það ættum að vera komnir inn núna. Viljið staðfesta þessi hljóð hjá okkur. Komið í laga það ekki. Komið hljóð. Ásæll, Ekki kemur til bjargar. Herra Þórður, þú kannski kallar upp hvernig staðan í deildinni, þannig að við getum klárað að Já, fara aftur yfir þetta. bíla á braut. Við aftur hérna upp í arena í boði Game TV. Já, Það er hægt að sína svona á þetta þegar við getum verið að keyra þetta á OBS-in í kvöld. Já. Það er hægt að sína stöðun og svona. algjörar perlur þessi strákar að hafa lánað okkur stúdíóið eftir að vera búin að taka það gjörsalega í gegn hérna í BRN-a. Já, ok. Þetta er svona vitlaust kalibera hjá mér, hérna, þessi gluggi og það heyrist ekkert aftur þegar ég var að fara yfir stöðuna. Helvíti gott. En það er hljóð á þessum glugga, við vitum það. Hvað er langt í að við góðum? Það eru 3 mínútur, 3 mínútur warning á leiðin í gang. Setjum 3 mínútur inn. Farð þú, nei ég verður náttúrulega með 2 tölvur núna, þannig að við bara, þetta er allt eins og þetta á að vera. Ég veit ekki hvað þú varst að gera á stildimyndiskal. Nei. Þetta er, nú erum við náttúrulega að gera þetta pínupróf. Fyrsta skipti á þessu tímabili, þá erum við staddir í stúdíónu í arena hjá Game TV-strákunum. Þannig að við sitjum saman núna að lýsa, aldrei þessu vant. Ég horfi hérna djúpt í augun á Magnúsi. Herra, ekki fara að byrja á þessu. Nei, ok, við tökum þetta kannski eftir. Leifðu reisum að fara af stað Já. að hérna, Ég ætla að vera að horfa á reisið þá. og svo vorum við að keyra opndeildinni hérna á og þá vorum við bara á einni tölvu. En Já. nú erum við komnir með báða tölvunar í gang og allt í gangi, þannig að við erum með fullt af tölvuskjáðum sem við erum að horfa á hérna, fullt af upplýsingum. Full mikið að skjáum. En ég hérna er að reka augun í eitt svona áður en við byrjum. Já. Minni mig á hérna ákveðna áskorun sem að ég sett af stað á Le Mans-keppninni í lok síðasta tímabil. Nú er ég tómur. Þá settum við áskorun á 2 ákveðna feðga sem að er að keyra með okkur í deildinni og standa á bakvið Krafti. Já. Ef þú skoðar liveríið á Krafti-bílunum, þeir mættu með alveg svona úber skræpótta bíla á Le Mans og ég setti á það áskorun og mér langaði í gönguskó með þessari litasamsetningu. Þetta er nú helviti lagleg, sérstaklega í þessi ljósastil. Já. Þetta er gjörsamlega geggjað. Þetta er alveg geggjað. Ég þarf að ýta á Hilmar og við erum að fá að vita hvað er að frétta af þessu gönguskóm sem hann sagðist þarna að redda. Já. Herri, ég held að okkur sé ekkert að vanbúna en bara að henda þessu stað. Já. Og eins og í opndeildinni þá erum við búin að raða upp á ráslínu miðað við stigatöfluna og það verður bara gaman að sjá hvernig
hvernig menn takast á við græna helviti. Græna helvíti. Er þetta skjáin hjá mér sem svona nei, þetta bara ljósaskilurinn. Þetta bara ljósaskilurinn sem að búa til þetta saturation. Ég trúi ekki öðru. Það allavega ekki svona... Já, þú ferð út á braut. Já, gæti verið. Prófa að fara í spektið hjá þér. Nei. Þetta ekki svona mikið bleikt. Af hverju svona mikið saturation um mér? You're about to enter the control center. Ég að kanna málið. 5 of 11. Af hverju svona mikið saturation? Press cross to select. Controls. Gefið okkur örlítið. Ég ætla bara að skipta hérna yfir á hennan svona. Höfum þennan skjá á meðan. Nei, við getum það ekki inni. Ég verð að stilla þetta með ykkur í settings. Já, screen and video. Dota. 100 ALLM. Láta að vita strákana, það smá fengun. BD/DVD. Resolution. Adjust HDR. Off. Þannig að Color. Adjust HDR. Off. Selected. Adjust HDR. RGB. Adjust HDR. Setjum á HDR-ið. Ég ætla að fæ ég ekkert signaluna. Jú, hana. Og adjust. Ég þarf að loka leiknum og allt. Og sjáum hvort að HDR-ið dugi til þess að breyta. Já, þetta nærlegi. Þetta orðið allt annað. Þetta miklu fallegra samt. Herru, þá setjum við bara gott að máta. Text to speech. Hvað er þetta að tala Gunni? Ef það eitthvað við sem sendur mig til að skilabóð svo ekki til að... Herru, það komið góð dæm. Nú bara hefjum við niðurtalninguna Bjartamus og Resi. Klukkutími. Norðslæfa. Síðast gegn tímabilsins. Svo við segjum, breyka á íl. Já. Nú erum við náttúrulega með grid start, standing start, þannig að fyrsta beygjan mögulega verður mögulega í smá vitleysu. Ég ætla að fylgjast hérna með úr 4. sætinu, sjá hvað vinna með hérna settar. Allavega allir komnir í gegnum fyrstu beygju. Jónt var hérna búinn að ná sér í 1,2 sekundur í fórskot bara í fyrstu 5 beygjónum. Steini á æfinginum með Oliver Nóa kominn úr tóginu þar. Oliver Nói út í grasið. Sleppur við að fá skemmt. Og hver var annar? Steini líka hérna aðeins út í grasið. Gettir pakkan aðeins. Það verður bara 4. sætið og niður. Það er 3. sætið og niður í rauninni. Grétar Hagalín kominn hérna upp í 4. sætið. Úr 7. Já, það vantaði náttúrulega menn þarna inn á milli. Já, hann startaði í rauninni fyrir aftan Eirík og hérna keðið sig greinilega fram fyrir hann. Og það náttúrulega, þar Eiríkur að tapa svolítið á Lexusnum í startinu. Já. Lexusin náttúrulega hægur á stað. Lexusin það. Og hérna, þannig að það líklegast það sem hefur munnað á þeim. Jón Þór að ná sér hérna á að vinna sig upp í rétt tæpa 2 sekundur í fórskot. Baráttan þá klárlega hérna fyrir aftan. Þeir eru núna
Ólafur Nói, Grétar Hagalín, Eiríkur Ingi og Addi eru svolítið fjórir að hanga hérna saman. Þannig að 2,5 sekúnda aftur í Örn í 7. sætinu sem er með Hillab beintur rætta sig. McLaren er tveir að Hilmar sýnir svo innavörunni, ekki duga alltaf að skjóta sér. Nei, Hilmar er náttúrulega á Ferrari. Það er á Ferrari, já. Það er auðvitað rétt. Þessi líkir bílarnir að framan þegar hann er með þetta brjálaða lífur, já. Mjög mismunandi afturljós, það fer ekkert á milli mála þegar þú ert komin í afturljósum, sko. Jónas hérna sýna sig á innavörunni. Þetta var hættulegu leikur en fer allt vel. Hilmar tekur við að línu í gegnum þröngu beygina hérna og kemur inn í þorpið. Ekki lætur hann að stikka inn á þeim betra exiti þarna. Það er eiginlega pínu meiri baráttu þarna það sem að þú ert heldur en hjá strákunum hérna ofar. Við láta þið vita leið og það fyrir hvað gerast hérna fyrir ofan. Já, kannski Ólafur og Eiríkur já, ok, þetta er svona. Grétar er svolítið að sækja á Ólafur núna í 3. fjórðasæti. Já, værirðu til í að hlaupa við dekking kannski? Hérna sá nú ekki í þessum hlaupum öllum hvernig þau lit út. Það eru allir á harddekkjum. Það eru allir á harddekkjum? Já. Það er enginn sem ætlar að reyna öðruvísi neitt. Örn og Hilli er alveg, Hilmar ætlar aldeilis að stressa Örn. Eins og þetta er. Þeir eru búin að vera að tala um það svolítið í spjallinu, annarri tindarspjallinu upp á síðustu daga að þeir eru búin að vera svolítið smekir við rigninguna. Þannig að ég heldur séu pottitt allir að taka hardekkin í byrjun til þess að vera pottitt í búinu með ef það skildi að fara að rigna. Ég vildi að við getum nú verið með bara reynskontrólspjall hérna, vera alltaf að býta þeim upplýsingum svona annars slagi og spyrja á hvernig hérna Hilli kominn fram úr Erni og Jónas býður átækt að það er bara beint fyrir rattan. Það er svolítið dimmt yfir. Það væri gaman að vera að segja þeim það reglulega. En nú er dimmt. Hvernig lítur hérna rigningamappið út? Ég ætla að prófa að fara hérna út og skoða. Við getum séð á radar 60 mínútur í rauninni aftur í tíma. En það á að geta sýnt okkur hvort að sé rigning einhvers þar í 200 km radíus yfir brautina. Já, ég var búinn að kíkja á það áðan, hann sýndi ekkert á þann. Nei. Það er ekkert allavega eins og er. Ekki eins og er. Það er eins og það er. Þetta er allt breyting á háðum sem maðurinn segir. Já. Jón Þóri kom með 2,6 tæpar eða 2,5 sekúndur í forskot á toppnum. Reynir Sveins með rúma 2 sekúndur á Ólafur Nóa. Svo er búið að teygja svolítið á milli Ólafurs og Grétar Hagalíns. Það er að detta í 2 sekúndur þar á milli. 3 sekúndur komna niður í Eirík Inga þar fyrir aftan. Addi er bara 0,5 sekúndur fyrir aftan Eirík Inga. Eiríkur aðeins að gera mistök þarna. Það er smá baráttu þar. Addi er ekkert að sleppa Eiríki neitt frá sér. Nei. Addi snar óður á brautinni. Nú er Addi í draftinu og það er eini gallinn fyrir Adda er það að hann er á GTR-inu. Þannig að ef hann fer út úr draftinu þá er hann sé hætt við því að hann lenda á vegg á móti Lexusnum. Já. En hann er að ná fram úr. Og það er hreinlega spurning hvort hann nái að halda því. Eiríkur Ingi sýnir sig innan á hann aftur. Það er spurning hvort þeirra bara þú eru að bremsa seinna. Koma hérna út.
Já, Addi er komið með þetta. Glæsilegur vextur hjá þeim. Og búinn að slíta Eirík út úr draftinu. Bara strax í gegnum fyrstu beygju. Jónas er komið fram úr Erni. Þeir eru byrjað hring 2. Það ef maður horfir núna eftir brautina, það svona eins og sé smá mistur. Smá læða yfir brautina, það svona eins og Já, þið skjóta á að brautin sé pínugrísi. Já. Það svona pínugræn. Þannig hringur komin vel á veg. Eiríkur aðeins að skoða grafsið hérna. Fyrir aftan þetta. Bara aðeins búin að minnka bilið í aftur. Lexusin virðist vera örlítið betri á Eldarhagan. Fyrir GTR-i. Þetta var ég að sjá hérna Eldarhagalín aðeins þarna uttalega í Yokohama. Ekkert hafði ein áhrif. Meðan Jón Þór bara að byggja á forskutið sitt. Þegar að detta í 4 sekundur. Það er Vilma komin með 9. sekundur. Gult flagg fyrir framann. Hver er í vandræðum? Já, enginn. Örn upp á körpið aðeins, ekki neitt alvarlegt þar. Staðan ekki breytt hérna fyrir ofan, virðist enginn hafa tapað tíma og þó erum við með gul flögg í braut. Ég held að þetta hafi verið bara rétt. Gæti verið að Eiríkur Ingi hafi verið að fara aðeins bara út fyrir braut. Þar sem hann er komin 7 sekundur fyrir aftan Adda. Jónas er komin inn við hálfa sekundu fyrir aftan hann. Eiríkur hefur eitthvað aðeins mist Lexusinn. Er tæpur núna. Jónas bara bíða eftir rétta glugganum til þess að skjóta sig fram úr. Koma hérna inn í þorpið. Ég man nú ekki hvað þetta þorp heitir inn. Þetta er helvilegt ástandið. Nú er spurningin að Eiríkur Ingi hægir örlítið á sér. Hleypir bara Jónasi framfyrir sig. Rétt tappaði á bremsuna og vill ekki vera að tefja eftir að hann gerði smá mistök. Hleyparinn Jónasi bara fram á sér og drengskap. Þetta eru allir að hafa gaman og drengskapurinn í hávegum höfður. Það sér lítið að frétta á brautinni eins og Jón Þór bara heldur áfram að bæta sitt forskot í fyrsta setinu. Hún með 5,6 sekundur á Steinn og Sveins sem er 2,5 sekundur fyrir framann Ólfinu. Þetta er allavega búið að vera góður þægilegur akstur. Já. Það er ekki búið að vera mikið áföll. Og eftir að þessari keppni. Já. Eitt hellingur. Í því er Jónas að renna hérna út á braut. Eiríkur Ingi fram úr honum aftur.
farið að ég veit að Haddi fagnar þessu þess að það léttir svolítið álagið á honum fyrir aftan. Já. Geta þá svolítið verið að einbytta sér bara af sínu reysi. En það er alveg, það hefði verið gaman að geta verið með fullt lobby. Það er svolítið að vera með 14 bíla braut heldur í 10. Já, svolítið, en ekki getur verið svo sem almennt. Nei, það er margt sem getur komið upp á í lífinu sem að kemur í veg fyrir og getur flesti Riggo verið að keppa. Já. En náttúrulega reynir alltaf að mæta í alla þær keppnir sem er á tímabilinu. Þeir eru að klára 2. Jón Þór kom með þægilega 6 orðstu. Þetta er svona nú er Eiríkur Ingi kominn bara aftan Jón og Sattur. Þeir ætla að vera duglegir að halda okkur við efnið þessi tveir. Ekkert að gerast annar staðar á braut. Nei. Þetta er bara áfram að fylgja þeim hérna. Hinir eru bara á sinni góða páskarúndi. Já. Vel sattir að páskaeggjum og páskasteikinn í gær. Þetta minnast mikið á hana. Ég hef ekki byrjað að borða fyrir kaffileiti í dag. Þetta er þessi steik í gær. Já, hún var nú alveg glæsileg hjá þér. Það mátt alveg eiga það. Þarna sjáu þið hvernig þetta samband er. Maður þarf alltaf að kreista fram eitthvað smottir í frá honum. Já. Ok. Ég allavega eftir að hafa stólist í eitt bita þarna áður en ég fór í rétt undir miðnætti í gærkvöldi að ég held að það ætti nú að duga mér alveg fram á miðja viku kannski. Já. Ekki það ég láta ekki stoppa mig að vita meira en þú veist. Þeir eru strákandi búin að koma sér hans að þægilega fyrir á brautinni. Haddi farin að minnka svolítið munin hérna neyri í Ólfuvinóa. Haddi búinn að taka svolítið takk eftir svolítið svona brösugt tímabil. Hann var ansi óheppinn hvernig tímabili byrjaði. Já, svona framan af allavega. Var að berja svolítið í einhverjum draugum á, ég veit ekki hvort það hefur verið bara draugum á sjálfu sér eða hvað það hefur verið. Nei, ég hugsa að þetta sé Nissan-draugurinn sem var að trufla hann. Við erum að tala um hann byrja fyrstu 3 keppnina með 3 og 5 stig. Tekur svo ekki þátt í 4. keppni og er búinn að taka 42 stig síðan þá. Já. Í þeim 3 keppnum sem hafa farið fram, þannig að það er aldeilis viðsnúningur hjá honum. Já. Má hann alveg eiga það. Hann er búinn að vera duglegur á öllum æfingum, lagt mikið í það að snúa blaðinu við. Gaman að sjá líka eins og við vorum að tala um áðan að hvað bísikmenn er að koma gríðarlega sterkir inn. Gríðarlega. Jón Þór náttúrulega búinn að tryggja sér titilinn í annarri deildinni á þessu tímabili og búinn að keyra þetta tímabil bara stórslysalaust. Já, mjög sterkur ökumaður þar og verður sterkur í fyrstu deildinni í haust. Já, ég held að hann stoppi stutt þar. Ég
ég hugsa hann eigi alveg að geta náð sér í topp 3 á næsta tímabili í fyrstu deildinni og taka úrvalsdeildina næsta áramót. Já, það náttúrulega gríðarleg samkeppni í fyrstu deildinni. Já. Þannig að við skulum bíða og sjá en hann er alveg nógu sterkur til þess að blanda sér í það allavega. Já, hann er allavega klárlega búinn að sýna hraðan til þess að vera með þessum topp ökumönnum sem eru í úrvalsdeildinni. Það er alveg orðið. Já. Og fleiri svo sem líka að Steini náttúrulega vitum við að hefur hraðan á baki sig. Það var einn af þessum, eins og við segjum, gömlu úlfum sem voru í úrvalsdeildinni þetta á sínum tíma. Já, við erum náttúrulega að tala um það, hann er með öruggt sæti í fyrstu deild í haust ásamt Ólafinn nema eitthvað mikið, nei, hann getur ekkert gerst. Það vantar bæði Arnar og Jón Anton, þannig að Eiríkur Ingi væri 1:30 fyrir hann og hann er 31 stíu eftir. Þannig að ekki einu sinni sigur og hraðastir hringur hjá Eirík Inga myndi slá Ólafinn og úr þessu öðru til 3. sæti. En eina baráttan núna er í rauninni bara hvort Steini eða Ólafinn og hendi á því að taka hvernig þeir ætla að raða sér á pallinum. Já. Ólafinn og sömuleiðis búinn að sýna alveg hraðan til þess að geta verið að stríða toppunum í næstu deildum. Já. Og hann sé búinn að vera svona pínu óheppinn á köflum í gegnum tímabilið en hraðan klárlega hefur hann. Já, þetta kemur allt með reynslunni. Já. Það verður gaman að fylgjast með þessu strákum næstu tímabilið. Sama má segja með bara restina af þessu strákum. Það er alveg gali hvað eru orðnir hraðir og jafnir í rauninni. Já, við erum náttúrulega búin að fá inn alveg fullt af mjög hæfum ökumönnum svona upp á síkastið. Já. Mikill hraði í mörgum sem hafa verið að koma inn og gaman að sjá, þetta er náttúrulega búið að gjörbreyta úrvalsdeildinni. Það verður svolítið gaman að sjá líka bara hvernig mætingi verður eftir sumarfrí. Við erum náttúrulega að fara í síðasta keppnin á tímabilinu í öllum deildum. Í dag, annað kvöld og miðvikudagskvöldið. Og nú byrjum við nýtt keppnisár. Ég giska, hvað hefur að segja? Fæst orð bera minnsta ábyrgð þau ekki. Já, klárlega. Það kemur í ljós alveg klárlega á næstu dögum og vikum. Hvenær byrjum við á síðasta haust? Það er einmitt það sem ég vil tjekka en streymistöluðan er eitthvað aðeins svona erfið. Svona gerir ekki neitt til. Fyrsta keppnin hjá okkur á síðasta tímabili 9. var í byrjun september. Já, 9. september. Við verðum náttúrulega svipuðum tíma. Við þurfum bara að láta passa við eins og hefur verið síðustu ára að láta það passa við jól og annað. Já. Þetta er svona það leyti sem við erum að byrja og það verður, eins og ég segja, það verður gaman að sjá hversu margir ætla að bæta til okkar eftir sumarfríið og bara að gera það eins og var komið vinna á. Ef að þið eruð að byrja, það er engin skylda að vera á stýri eða með þennan eða hinn búnaðinn eða neitt svoleiðis. Það er hægt að taka þátt bara hreinlega á stýripinna eins og margir hafa gert og
bara átt mjög góðan árangur þó þeir séu að stýripenna. Já. Það bara að gera að kíkja á okkur inn á Facebook á Gran Turismo samfélagið. Fylgist vel með. Og þar erum við reglulega að posta inn ef við erum að setja í einhver svona skemmtilega bí eða æfingulega bí. Þar inni erum við með líka á lista með PSN-nöfnum nánast allra þeirra sem er að keyra og eru virkir og það er að gera að hópa sér saman, koma inn í lobby og æfa með okkur og spyrja og leita ráða á. Já, það er náttúrulega alltaf í boði að fá aðstoð við að koma sér á stað og læra grunninn og svona. Já, og það er alveg sama á hvað það getist í þú ert. Það þurfa allir að byrja einhvers staðar. Og ef að menn eru bara tilbúinir til þess að sýna viljan í að læra og gera betur þá er í boði fyrir menn að fá alla þá hjálp, ökumenn að fá alla þá hjálp sem það er mögulega þurfa. Greta búin að stinga sér á undan Ólfinu og hérna í pitstopum. Hefur greinilega átt meira bensín og hérna hefur greitt svolítið á því. Já, tekur örlítið minna bensín heldur en Ólfinu hefur gerði. Já, ég sé það líka á því sko að hérna. Nei, Greta var fyrir fram. Var Greta komið? Nú, já, ok, það er bara ruglingur í mér þá. En ég er náttúrulega bara held fram hlutum og svo sjáum við hvað setur. Ég fæ sér bara skammunar, tek bara skammunum eins og það koma. Já, ég meina það er náttúrulega eins og við vorum að tala á þann að fulleringar sem að koma núna í þessum keppnum að hérna nú getum við setið og sagt bara hérna bú þar sem að hérna, eftir þessa keppni þá voru ekkert alltaf leiðrið okkur fyrir í haust. Þá vorum við löngu búin að gleyma því sem við sögðum. Já. Það er svolítið bil á milli ökumanna núna eftir pitstopinn. Smá svona róleg hitt að dempa yfir þessu öllu saman. Talandi dempu, það væri nú helviti gott að fá eina góða dempu núna, Magnús. Já, ég er búin að sko múta öllum þjóðurum sem að mögulega gætu haft einhver áhrif. Bara skvetta einni föt á vatni bara á eina beygju einhvers stað. Núna reyna að kalla til slökkviliðið að í kring og allt saman til þess að reyna að gera eitthvað allavega. Já. Það virðast allir alltaf vera í einhverju sorg núna. Við fáum allavega ekki bleitu eins og Því sem stendur. Væri þannig fínt ef við segjum eftir svona 3 mínútur ef það kæmi bara þessi rigning. Já, en við getum svo staðfest það hér og nú, allavega enn sem komið er, og þá er þetta nettengingin heima hjá þér sem veldur allir þessari rigningu út af því nú erum við upp í arena og þá vantar pínu upp á djúdjúið hjá þér. Já, það er alveg greinilegt. En þá er bara líka spurningin hvort við þurfum ekki bara að reyna að semja við strákanum að fá að vera bara hérna. Ég fái bara hósta hérna. Þannig að við getum vanið þessa nettingu inn á rigningun. Já. Já, það væri eitthvað. En ef að þetta klikkar í kvölda þá treyst ég á Inga að koma með góða 45 minúta rigningu annað kvöld. Kannski er það bara málið að Gran Turismo og kappakstursguðirnir eru að stöðva rigningunum núna og safna vel í pott til þess að láta fyrstdeildina og úrvalsdeildina vera svolítið blauta. Nei, ekki fara að jinxa okkur. Ég er ekki reið sko. Já, það er lúmst gaman að keyra þessa brautir í.
Ég fyrir mann sem að situr í neðsta sæti úrvalsdeild akkurat núna, þá er ég alveg einn stöðu fyrir það sko. Það þarf ekki að vera neitt þurrt eða blautt eða neitt til þess að ég haldi áfram að klúðra málunum svona illa sko. Það er helst að rigningi byrja þá það leiti sem við erum að koma í pittin. Já, svo ég þurf að taka pottið hérna blauta braut á þurrum dekkjum. Nei, rétt áður við komum í pittin. Já, rétt áður, já. Þannig að við höfum tíma til þess að skipta. Já, ég skil hvert þú ert að fara. Jón Þór er komin með þægilega 13 sekúndar forskot. Já. Og Steini með 8 sekúndur á Gretar þar fyrir aftan sig. Það er spurning hvort við þurfum ekki að henda í einn öryggisbíl til þess að gera þetta aðeins meira spennandi. Oliver Nói er þó að sækja þó nokkuð á Gretar eins og er. Komin niður í 1,5 sekundu. Þetta var nú yfir 2 sekundum, þannig að þetta er svona mesta breytingin sem hefur verið á braut síðan að pitstoppin voru. Þó aðeins meiri endarhraði í Nissanum heldur en Porschenum virðist vera. Já. Gretar bætti aðeins á þessum langa beina kafla sem að þarna er. Já, það er annarkvort það, eða þá að Gretar hafi stigið örlítið seinna á bremsuna heldur en... Já, hann var samt að bæta 0,2 á meðan þeir voru að keyra beina kaflan, sko. Já. Þessum að eina líklega baráttan allavega eins og er. Já. Þannig að þegar við erum að nálgast 50% markið í keppninni. Fóru einhverjir á mediumdekk núna fyrir utan Gretar? Nei, það er bara Gretar sem að fer á medium. Rest er öll á harddekkjunum með það. Sérðu til dæmis núna hraðasta tímann sem að Jón Þór er með 42,9 á harddekkjunum. Á harddekkjunum, einmitt. Flott tími. Og ég er ennþá að setja fjólubláa sektora. Já. Hann er með sko hann munar rétt um 3,3 sekundum á hraðasta hringnum hans. Og Jón Þór missir bílinn í grassið, fær skemmt. Hann á það mikið forskot á það en þá að ég held að þetta fari nú ekki að breyta neinu. En gott að sjá játmann þarna gera ein mistök allavega á tímabilinu. Já, hann var nú búinn að gera ein önnur. Og hvað braut var það? Var það ekki á Watkins eða? Jú, var það ekki. Minnið það sko. En þetta gerir það verkum að Steini nálgast hann í þetta 2,5 sekundu sem að Jón Þór hefur tapað á þessu. Já, það hefur verið á Suzuka sem það er það sem hann tapar stigum alltaf. Já. Hann er alltaf búinn að vinna allar keppnir fyrir utan Suzuka á þessu tímabili og virðist alltaf halda því áfram. Það sem ég var að segja var að það munar hraðasti hringurinn hjá Steina á móti Jón Þór. Þá er Jón Þór 3,3 sekundur hraðari með við fastastloft. Já. Þetta er fljótt að telja og ef við skoðum bara innlappinn þriðja hringinn hjá þeim, þá er þriðji hringurinn hjá Jón Þór 7.21 á móti 7.26 eða tæpar 7.27 hjá Steini. Steini hefur eitthvað lent í einhverju smá klandri á þriðar. Þetta er nú mækin aðeins nærðir, hann er svo lengi að pikka þið upp.
Já, það klártmála hérna, það þarf ekki mikið til að gera hellingsmun á þessari braut, enda 20 kilometrar og hérna ekkert lamb að leika sig við, græna helvítið. Já, og brautin náttúrulega bara, hún mjög fljót að refsa og hún refsar, það eru fljótar að telja sekundum þegar þú færð rétt aðeins út af. Já, skemmtirna náttúrulega líka, þarf ekki bara á yllisum kafla á brautinni með smá skemmd á bílnum og þá gerir það alveg ótrúlega mikið og skýtur dekk og alls konar geta haft alveg ótrúlega mikil áhrif á keyrsluna hjá þér á þessum stórmerkilega hring. Já, og það er mjög stutt af malbygginu og í grindverk allar hringin á brautinni. Þannig að það er rosalega lítið pláss til þess að vera að gera ykkur mistök. Já. Bæði er brautin þröng, malbyggið sjálft í rauninni, það er lítið pláss á malbygginu. Mjög bömp í malbygg. Og svo er hún bara mjög þröng og mjög ójöfn utan malbyggsins, þannig að það verður, ef að þú rennur eitthvað út af þá ertu nánast garanteraður farin í vegginn og komið með skemmd á bílinn. Já. Nú er Ólafur Nói að detta í bara rétt sekundu fyrir aftan Grétar. Það er spurning hvort hann nái að húka sér inn í slipið áður en þeir fara á bakstreitið. Þeir eru að koma í litla karúselið. Þá er þetta bara rétt, tvær beygjur eftir. Og exit hérna tvisar við hjá Oliver inn og Dottin greiður svo hérna núna eftir smá stund. Hann er komin í slipið. Þannig að þá er spurningin, hvað gerir Porschinu móti GT-R-inu? Já, það er að koma sér hérna fyrir í slipinu. Þetta er nú ekki Grétar virðist. Grétar átti örlítið betra exit. Nú er Oliver farin að tína þetta niður. Það mætti vera, hann er nú að slíta tilbaka 0,3 sekundur á beinakaflanum. Ekki nóg, hann þarf að vera ansi hugrakkur á bremsunni til þess að ná þessu láta stikka núna. En þá hefur hann heilan hring til þess að vinna sig upp í að taka þetta aftur á næsta hring, ekki nema að finna aðra leið framhjá. Þær eru nú ekki margar leiðirnar sem að þú hefur framhjá öðrum bílum. Grétar búinn að ná að slíta kraftið aftur. Og þó. Já, og þó. Þetta er fljótt að breytast. Hérna, mér langar endilega að nýta tækifærið og minna á like-takkan. Það eru 4 like komin á streymið, ég er með það staðfest núna og vantar aðeins fleiri. Já, að gera, ít á like og ít á subscribe. Við hérna, í byrjun tímabils þá áttum við þvílíkt renn af rosalega góðu like-reysu á hvert einasta vídeo. Það var aðeins fallið niður núna síðustu 2-3 keppnir, sérstaklega í fyrstu deildinni. Hefur svolítið vantað upp á analytics hjá okkur, en hérna það er strax farið að koma lækinn. Nú er Ólafur Nói alveg svoleiðis í skottinu á honum Grétari. Það er spurning hvort hann inn í Yokohama verst. Grétar aðeins tekur þrengri línu. Ólafur Nói með pínlítið betra exit, en erfiðu staðu til þess að vera að taka fram úr hérna í gegnum lykkjurnar sem að þetta er. Mjög þröngt svæði, en þá spurning hvort að inn í Volkswagen eiga hann einhvern sens á að skjóta sig þar. Ég held að hann bíði átekta
leyfi Grétari að vera á undan sér hann í gegn. Ég held að máli sé núna fyrir hann bara, það er aðalega að reyna að pressa Grétari í mistök og reyna að ná hann þannig og ef það tekst ekki að ná þá að hanga í honum. Við sáum það áðan að hann hefði þurft að vera svona 0,25 nær Grétari þegar ég komin á bakstreitið áðan. Já. Þá held ég hann hefði náð að láta sér flakka fram. Já. Ef hann svona, cirka 0,5 sekundur fyrir aftan hann þegar ég komin á bakstreitin, þá held ég að það dugi. Já, það ætti að gera það. Það verður náttúrulega pínu sterkara tógið þegar þú ert ekki alveg aftast í því. Já. Honum vantaði bara svona rétt herslumuninn áðan. Já. Þegar ég að flakka svona 0,4 upp í 0,8 sekundur í bil á milli þeirra. Það er ekkert annað að gerast á brautinni neitt. Það er hann að stutt á milli 7. og 8. seti sem það ekki. Já, það er 5 sekundur. Það er 5 sekundur höfður á milli. Það er bara stutt á milli í mínimappinu. Já, mínimappið er náttúrulega að blekkja svolítið af því að brautin er bara svipur stór á mínimappinu eins og allar aðra brautir en hún er miklu lengri. 20,8 kilometrar. Það þarf að koma fyrir á sama svæði og 5 kilometrar brautinnar. Já. Það eru hérna í gegnum Kassel þá eru 0,4 á milli Grétars og Olivers. Það er nú þó nokkuð minna en á fyrir hringnum. Koma hérna. Við erum að fara að koma í stóra karúselið. Íðum hér átækta. Þetta hún í skálina. Þar er GTR-in aðeins stöður. Þeir aðeins stöðuri. Ólafur Nói heldur þessu samt vel, heldur sér vel í slipinu. Grétar náði að vinna á hann hérna einhverjar 0,2 sekundur bara í karúselinu sjálfu. Já. Ég er búinn að ná að slíta hann út úr draftinu núna eins og er. En það er að koma kafli sem að Ólafur Nói virðist vera örlítið betri. Koma hérna í Hedvigsbeyguna. Ólafur Nói út fyrir grasið. En það er að bjarga sér alveg merkilega vel. Já. Með skemmt. Þeir eru náttúrulega báðir á leiðinni pitt eftir þennan hring. Já. Og þetta er bara spurningin hvor þeirra verður á undan í pittinu. Ég ætli að fara eins og áðan. Ætli Ólafur þurfa að taka örlítið meira bensín. Ætli hann sé með meira bensín til þess að nýta sig það í þessu pitstopi. Það gæti verið. Þurfa að koma hérna inn á langa beinakaflan með 15 sekundar fórskot á Steina. Grétar út í sandinn hana. Ólafur sýnir svo innavörðinni en það er komið að litla karúselinu. Grétar lendir upp úr karúselinu á skítuðum dekkjum. Ólafur Nói í vegginn. Ólafur Nói lendir í veggnum upp úr litla karúselinu. Kemur skemmt inn á beinakaflan. Grétar komin í tæpa 3 sekundur og er náttúrulega bara að fara að bæta við það fórskot á meðan að Ólafur Nói er að losna við skemmtina. Jón Þór komin inn í pitt. Hissaninn hjá Arnari er að draga aðeins á Ólafur Nói, ekki mikið þótt að Ólafur Nói er laus við skemmtina. Grétar komin í 3,5 sekundu í fórskot á Ólafur Nói, þannig að við sjáum það er
10% munur á bensínu hjá Jón Þóri og Steina. Steini átti þó nokkuð meira bensín heldur en verðist allir ökumenn þar fyrir aftan. Átti mjög lágra bensíni. Já, Jón Þór tekur bara 50% af bensíni. Já. Þannig að hann er greinilega að stilla sig upp fyrir það að þurfa bara ekkert að pita neitt meira. Steini Sveins fyrir 53%, er 14 sekúndur fyrir aftan Jón Þór. Grétar verður næstur út, vænti ég. Hann fer í 48%, Ólafur Nói í 48% líka. Já. Addi í 47. Kemur út og heldur 5. sætinu. Jónas kemur svo næstur. Eiríkur Ingi 7. Vilja að koma í 8. sæti, kemur út á medium. Sjá hvað hann er að gera á þeim. Og spurning hvað Örn gerir á McLaren. Ætlar hann að koma út á harddekkjunum eða ætlar hann að taka sensin á medium dekkjum. Kemur út á hard. Það eru 16,5 mínútur eftir. Hvað er á hálfsekúndu á milli Ólafurs og Grétars? Það er Ólafur náð að vinna upp sekundu. Í pitstopinu, já. Já. Það verður, ég spáði því að það verður hörku barátta á milli þeirra á síðustu metrunum. Já. Það er allavega eins og staðan er í augnablikinu að þá er Jón Þór búinn að keyra bara sitt reis en allavega svo við vitum til einu sinni lendi því að fara út og kíkja á grassið. Já. En annars búinn að vera að keyra bara stórflott reis, búinn að leiða alla hringi, starta á ból. Steini í öðru sæti og Grétar Hagalín búinn að ná sér upp í 3. Ólafur Nói í 4. Addi í 5. sæti. Jónas er 7. Eiríkur Ingi 7. Hilli Liðsfélagans í 8. sæti. Örn Ellings í 9. og Grétar Gunn í 10. sæti. Eins og við fórum yfir í byrjun að þá eru þeir nokkrir sem að áttu ekki möguleika á því að mæta í kvöld. Já. Ekki langt á milli manna núna nefnum bara átt að svona óbein þetta 3. sæti í rauninni. Ólafur Nói þó nokkuð búinn að bæta svolítið í bilið niður í Adda. Já, hann sama tíma er hann búinn að missa svolítið bilið niður í Grétar. Já, það voru ein mistökarna greinilega hjá honum í einhverju beginni þar sem hann tapaði 0,8 en hann er samt að bæta í aftur. Nú þyrfti maður að vera með 5 brandarabókina með sér til þess að lesa upp úr svona meðan minn er að gerast. Já, ég ætla
Það er allavega miða við veðurskilyrðin á brautinni eins og að þá virðist ekki alltaf blotna neitt. Nei. Því miður. Ég verð bara að sætta mig við það að missa þennan titil að vera rigningarkóngurinn. Það verður einhver annar að taka við þeim titli. Ég tekur við þessum morgun, ég alveg viss það. Ekki við hæfa skoði lifur í Jónasi spyr Magnús, það er nú það sem við verðum að gera þetta lítur helvítið vel út. Já, ég sé hérna framan á og shoutout á TikToki hjá Manga. Þetta Mangi Árni á TikTok. Já, að gera að kíkja á það. Það er merkilegt hvað hann er lunkinn á gítar þessi drengur. Já, fjölhöfur. Góður drengur þar á ferð. Bara þokkalegasti barki á henni líka. Getur svo sem alveg sungið með þessu glamour sinni. Já. Það má alveg gefa honum það. Gretar búinn að bæta sekundu á fórskotið sitt. Þetta er skemmtilegt lífeyri sem að Magnús Árni hefur búið til á BMF-in hjá Jónasi. Eins og bara venjulega þá er þessi lífeyri alveg glæsileg. Já, ég veit að það fer alveg gríðarleg vinna í þessi lífeyri hjá honum. Og má hann bara vera stoltur af þessu lífeyrium sem hann hefur búið til. Engin spurning, alveg sérlega glæsilegt 0,0% lífeyri á kalda bílnum í kvöld. Það er alveg unun að skoða ítelana í þessum lífeyrium sem hann hefur búið til. Já. Horfi ég bara yfir á skjáinu hjá þér og spæla ekkert í því hvað er að gerast á skjánum hjá mér, en það er ekkert að gerast í þessu reis í bíl allavega. Ekki nema bara það að það heldur áfram. Það eru 12 mínútur eftir á regulation, 11 mínútur. Ég ætla að giska á að við förum alveg bara nú er ég ekki svona góður í að pæla þetta eins og þú. Við erum komnir mínútu inn í þennan hring. Þá ættum við að komast inn á og yfir inn á 9. hring. Já, það er ég hugsa að við verðum hvað ég segja, það eru 10 mínútur. Já, ætli það verði ekki Jón Þór sem taki flaggið á 10. hring. Já. Það er ansi líklegt, jú. Já, það er verið að spyrja, er ekki Dimmi að spyrja því þarna inn á spjallinu? Það er þó að sér aðað upp eftir stigatöflu í þessum neðri tveimur deildum og þá er tímataka í fyrstu og úrvalsdeild. Tímatakan er stillt upp þannig að þetta er í rauninni bara one shot qualifying. Já, ég langar alveg sérstaklega í tilefni því að biðja mennum að vera ekki að hanga of mikið á útringnum svo við lendum nú ekki í vandræðum á actual hringnum. Við erum með frekar þröng parameter á þessari tímatöku og það þarf því að hafa það í huga. Vera kannski ekki að fullkeyra og gera mistök út í vallappinn en út af því að það er hard damage og þá ert ég rauninni búin að missa af tækifærin og taka hennan eina hring en þó að keyra hann frekar stíft. Já, og bara muna það ef þú gerir mistök á hringnuðinum þá bara verður að bíti það súra og passa að trufla ekki ökumenn sem eru að koma fyrir aftan.
að þessi braut löng, það á ekki að vera neitt vandamál fyrir ökumenn að búa sér til pláss, þannig að allir náu að setja sína hringi. Þetta verður stilt þannig að það eiga allir að geta sett tímatökuring, en það bara númer 1 og 3, það að passa upp á það að ef þú gerir mistök, skoðaðu hvort að það sé pláss og tími fyrir þig til þess að komast inn á brautina aftur eða hvort þú þurfir að bíða. Addi komið fram úr róluguna, eitthvað hefur gerst hjá honum, því að hann þó nokkuð eftir sínum besta tíma á þessum ring, á meðan við vorum að pæli þessum málum. Já, komin 5 sekúndur fyrir aftan Adda. Það eru 14 sekúndur upp í Grétar og Jónas bara 2 sekúndur þar á eftir. Já, sér það, Ólafur nú að setja tíma núna, hann 12 sekúndum á eftir sínu besta tíma á þessu sektor, þannig að hann hefur einhvers staðar farið eitthvað verið svangur bílinni á honum og spurning hvort hann hefði tekið veganútgáfuna fyrir þetta. Og hann tekur vegginn aftur þarna, aldeilis að reyna að vinna upp bilið aftur og smakkar þarna vegginn aðeins aftur. Jónas kominn alveg í raskatið á honum. Ólafur heldur þessu þó, allavega enn. Rétt svo. Hann með skemmt. Já, með skemmt og með skítu dekk, þannig að það spurning nær hann að halda sér onni í skálinni. Karlsselið. Jónas svolítið seinna fara onni, tapar svolítið á því. Þó snirtilega unnið úr þessu hjá Ólafur. Já, hún að losna við skemmtina, þannig að Ólafur nú heldur okkur við efnið, lefur okkur að hafa eitthvað til þess að það. Já. Nú þau missum ekki að því. Já. Hann núna, hann orðið 15 sekúndum á eftir sínum besta tíma, þannig að hann að tapa svolítið röstlega á þessu ring. Bílinn niður í Adda komið upp í 9 sekúndur, þannig að ekkert annað að gerast á brautinni, sýnist mér 3 sekúndur á milli Hilmars og Eiríks fyrir framan hann. Svo eru bara heilar 54 sekúndur frá Hilmari og í Örn. En það hringur þarna á milli upp á 7:39 sem ekki alveg eins og við myndum vilja hafa það. Nei, Örn náttúrulega keira í raun sína fyrstu klukkutíma keppni. Já. Þannig að menn hafa nú alveg gefist upp fyrr heldur en þetta á sínu fyrstu keppni. Já. Hann var nú búinn að taka þátt í Þorlákskeppni einu sinni, var það ekki? Nei, hann hefur ekki getað það. Nei, það er. Þótt að þetta sé ekki nema klukkutíma, þá er þetta smá stökk og svo upp í 2 tímana þá er þetta orðið hell. Já, þetta eru ökumenn sem eru vanir að keyra 30 mínútur keppnir, cirka 30 mínútur, og við tökum sem sagt loka keppnin og voru tímabili að þá tvöföldu alltaf í rauninni keppnislengdina í deildunum. Þetta alveg ef þú ert bara eins og til dæmis fyrir okkur sem erum vanir að keyra klukkutíman og erum að fara upp í 2 tímana. Ef við erum ekki búin að vera að keyra lengri reis heilt tímabil þess á milli að þá þetta alveg, þetta tekur á. Það hluti af kannski spennunni við það að keyra núrp alltaf það að þetta lengri keppni, það meira sem að tekur miklu meira á og þetta náttúrulega engan veginn auðvöld
braut og með force feedbacki og öllu og þá var maður bara orðin stífur í höndunum og öxlunum og bakinu þetta náttúrulega bara keppni í 2 tíma og maður náttúrulega ekki bara keppast við aðra á braut heldur sjálfan sig líka að reyna að toppa sig og þetta bara æfingarna fyrir þetta og þetta er bara þetta er yndislegt að taka þessu keppni hverju. Þetta er nauðsynlega það er eins með þessa keppni eins og með Le Mans sem er lokakeppnin okkar á vetrartímabilinu að þetta eru keppni sem að eiga aldrei eftir að þetta út á dagatalinu. Nei, þetta eru bara hefðir, þetta skal bara vera. Þetta er búið að vera svona frá fyrsta tímabili og þetta verður svona ókomin ár. Það er alltaf grúp 1 á Le Mans og svo er þetta alltaf grúp 3 á klaufinni og það er við höfum verið að rótira á milli hvort við keyrum klaufina eins og við erum að keyra núna eða hvort við höfum verið að keyra 24 tíma endurance útfærsluna brautinni og þá erum við með klaufina pluss í rauninni formúlubrautina GP-brautina inni Grand Prix-brautina já og hérna það sýnist núna samkvæmt öllu nú er Greta Gunn á bakstritinu þannig að og það eru rétt tæpa 2 mínútur eftir af tímanum þannig að næsti maður í rauninni yfir línuna er Jón Þór já þannig að allt í aldeilis búin að sækja á Gretar Hagalín eru mjög svipaðir á dekkjum á sama bílnum allt er aðeins verri á framdekkjunum kannski en er að reyna hérna við pódíumsæti getur við staðfest það er Greta Gunn komin yfir línu Greta er komin yfir já, þannig að þá endar þetta bara við lok þessar hringjar hjá Jón Þóri já, þannig að sá fyrsti sem að fer yfir línu þegar að tíminn er búinn og það er Jón Þór og Örn er innan marka eins og komið þannig að hann ætti að taka flaggi líka hérna er allir gríðarlega nálægt hann skýtir sér einu að verðuna lætur aðeins á sig þeir eru hlið við hlið báður náttúrulega á GTR já allir aftur inn í slipið á hérna þessum óbeina beinakafla eins og ég kalla þetta áðan klára hérna síðustu beygju fyrir karúsellið en þá í toginu er hann Arnar hérna fer þetta hjá þeim þetta er náttúrulega bara reistuðu finnis út af flaggi núna Gretar missir aðeins aftur endan hana þannig að hann tapar aðeins á exitinu úr karúsellinu við erum allavega komin það er allavega orðið á fyrst en þetta er lokar hringur já við erum komin yfir klukkutíma Jón Þór ætti ef ekkert kemur upp á hjá hann núna á síðustu kílómetrunum og þá er hann að sigla þessu heim eftir bara fantagóðan ekstur að leiða af pól ég bara fanta flott tímabil já, algjörlega Steini þar fyrir aftan öruggur í öðru setinu fyrir tímabilið þetta enda svona já Gretar og Arnar koma hérna gegnum
mjög trikki kafla á brautinni, mikill hraði og mikil hreyfing á bílnum, mikið tekið á fjöðruninni. Addi ætlar að reyna að stilla sér upp hérna greinilega fyrir bakstritið. Þú kannski hoppar yfir á Jón Þór núna, hann að fara yfir endalínuna. Svo fyrir yfir Við skulum fylgjast með Adda og Grétari rétt á meðan. Jón Þór sigrar sína 7. keppni á tímabilinu og meðan eru strákarnir komnir út úr Galgenkopf og Addi að sækja en það lítið. Hann þarf að vera ansi hugrakkur á bremsunni og hann ætlar að taka þetta sæti. Það alveg víst. En hann hungraður í velunumsæti, ég sé það nú bara. Ja, ég sé hann fyrir mér vera farin að naga McLaren stýrið mitt sem á rygginni hjá hann. Nú hann farin að sækja, nú sækir hann. Kemur á innanverðinni og þetta snýst allt í báðar rættir, hann komin upp á grasið. Hann hægir aðeins á sér, lætur Leifur Grétar að gefur þetta eftir Leifur Grétar að það verður ekki tekið á hann, hann reyndi þetta allavega. Já. Og lenda saman. Glæsilegur rekstur hjá þeim báðum. Ólafur Nói að sigla hérna inn í 5. sætinu. Hérna fæ ég ömurlegt í sjónarhorn á Ólafur Nói að koma yfir línuna en hann komin yfir. Jónas aðeins að snirta grasið hérna í næstsíðustu beygju. Ósáttu við garðyrkjumennina sem að vinna þarna í kring. Martari kemur 7. í mark með Eirík Inga rétt á eftir sér. Lendur bara vegnum þarna. Eiríkur Ingi Örn að koma inn á bakstritinn. Hægt að ná að sigla inn og taka flaggið. Galgenkopfinn fór vel hjá honum, kemur inn á beinakaflan. Hvað ætlum við mikinn tíma eftir? Grétar svo Grétar nær ekki að komast inn á flaggið. Hann nær ekki inn á flagginni og nætt að ná. Hérna ég komin með 2 komment að Grétar G. Driver of the day. Grétar má alveg eiga það að hann búinn að láta sig hafa það að keyra í 60 mínútur og hún að þrauka þessa braut allan þennan tíma. Ég held að það sé átt við Grétar G. Hagalín í þessu tilviki vann sig upp úr, hann startaði 7. og endaði á pódium. Örn komin í gegn. Grétar Gunnar að koma hérna inn á bakstritinn og þá það búið. Það búið. Jón Þór með Efri deildunum. Já, það alveg sérstaklega að tekið fram hérna Grétar Bísik Driver Day, sko. Við erum með 2 Grétar G á grittinu. Já. Það sem við talað Grétar G og Grétar Hagalín. Já. Við höfum vanið okkur á það. En hérna, já, þetta svona þannig að Jón Þór klárar eftir 7. sigurinn á tímabilinu, auðvitað búinn að sigra og bæti bara í fórskotið heildakeppnina með hraðasta hring. Steini Sveins annar 15 sekúndur þar á eftir, öruggur í öðru sæti. Ég langar að benda á það líka að ef þú skoða tíman hjá fyrstu slapptíman hjá Jón Þór og Steina. Já, það mjög stutt þar á milli. Það munar sléttu 0,2 sekúndum á milli þeirra. Já. Grétar G. Hagalín Bísik ökumaður Driver of the Day alveg klálega með að við tjattið. Fyrsta pódium, glæsilegt hjá honum í 3. sæti. Addi þar mjög stutt á eftir. Það var bara vantaði hestlumuninn hjá Adda, enda 4.
Oliver Nói 5. fer upp í að klára svona 3. í heildakeppninu á tímabilinu. Já, eftir freka brösuga keppni og svona ég hugsa hann hefði alveg viljað sleppa eitthvað af þessum köntum sem þessum grasflötum sem hann ákvað að slá. Já. Jónas 7. Hilmar 7. Eiríkur Ingi 8. Örn Erlings 9. og Grétar Gunnars 10. Ég sé að það verið að í þessum töluðu orðum uppfæra skjalið hjá okkur, þökkum Gunna kærlega fyrir það. Það segir okkur það að Jón Þór endar með 179 stig í fyrsta sæti, Steini Sveins með 126 stig í öðru sæti, Oliver Nói 115 í því 3. Hæsti maður sem ég með akkurat núna er Eiríkur Ingi þá 4. með 78 stig. Grétar Hagalín og Arnar jafnir að stigum 76 stig eftir þessu keppni. Já, Arnar væntanlega endar þá fyrir ofan með betri árangur yfir tímabilið. Já, með 3. Já, það er búið að rífresa þetta. Það er staðfest Arnar með 3. sæti, missir af 3 keppnum í heildina. Endar í 5. sæti, Grétar Hagalín 7. sæti, Jón Anton með 72 stig í 7. sæti, Arnar Sigþórs endar 8. með 69 stig, Jónas 9. með 59 stig, Hilmar með 54 stig, misti náttúrulega fyrstu 2 keppnum. Vinnur sér samt upp 1 sæti. Já. Það er, já, vantar ennþá þarna stíginn inn hjá Erni. Gunni fyrstur með því í beinni. Vantar stig fyrir Þau eru komin inn. Já, hann endar 11. með 52 stig. Brynjólfur var ekki með okkur í kvöld með 42. Siggi Jóns með 30 stig í 13. sæti og Greta Gunn með 19 stig í 14. sæti. Já. Og þá er þessari veislu lokið allavega í bili hjá okkur, það er að segja. Nú er bara komið eina sem að við eigum eftir núna, það er bara keppnin okkar á miðvikudagskvöldið. Fyrsta deildin á morgun. Og þá ætlum við að taka okkar síðustu keppni 2 tíma. Annars erum við farnir í sumarfrí. Já, og svona eftir miðvikudaginn allavega er störfum okkar lokið hérna í bili. Já. Ákvaðum að klára þetta hérna í þessu flotta stúdíói hjá Game TV upp í Arena. Þetta er aldeilis aðstæðan sem við höfum hérna með að við að sitta heim í stofu og undirleggja hérna húsið hérna undir kappakstur. Já, og þurfum ekki að hálfpartinn láta konurnar flytja út með börnin, þannig að svo að sé friður til þess að vera lýsa. Þetta er klárlega eitthvað sem við ætlum að skoða, hvort að við getum fengið að nýta eitthvað meira í framtíðinni. Já, eða bara, kaupum okkur Eurojackpot og vinnum og smíðum okkur bara svona aðstöðu, bara einhver staðar á góðum stað. Já. Þetta er allavega alveg á hreinu að Game TV strákarnir þeir fá algjört kútos fyrir það að hafa leyft okkur að nýta þessa aðstöðu hér í kvöld. Og bara endilega hjálpið okkur að þakka þeim fyrir með því að fara inn á rásirna þeirra og subscribe og like rásirna þeirra, þannig að
þannig að þeir fái eitthvað fyrir það að hafa hjálpað okkur. Já. Við þökkum samstarfsaðilum okkar í vetur, Hamborgarabúlan, Kraft Day, Minnum á kóðan þar, allir að nýta það hérna á meðan hægt er. Ég hugsa að ég fari nú bara beint í kvöld og kaupi mér skó. Já, ég er ennþá, eins og ég segi, ég þarf að íta á feðgana að hérna, hvort að segja eitthvað að frétta af þessu skóm sem að ég setti áskorun á þá. Já. Það er Classic Detail, mælum með þeim upp á Bíldsöða, frábær efni, Fuso, hérna... Soft 99 vörurnar, Classic, Chemical Guys vörurnar. Já, það er verkfæristofa Reykjavíkur, ykkur vantar ekki að byggja við húsið eða eitthvað, vissum að hérna, þar sé hægt að græja það alveg engin spurning. Það er Dokobit sem við nýtum okkur öll, bara líka við dagstæðlega, þegar við erum að skrifa undir árænt og skrá okkur inn og svona. Það er GT Akademian, höfuðstöðar Hermikapastus á Íslandi, Autocenter, hafa verið með okkur lengi, ætla að veita okkur hérna það eina ferðin enn að græja bygara á svona fyrir tímabilið sem að verða afhentir þá 10. maí. Já. Kaldi, brugsmiðan Kaldi. Já. Það þarf ekki að tala meira það nema bara Kaldi 0% hérna er alveg kóngurinn. Mjólkursamsalan, það þarf ekki að kynna það fyrir neinum. Við erum alltaf, það er svona það sem að flestir Íslendingar nota hverjum einasta degi, sama hvort að það sé mjólk í kaffið eða hvað það er. Já. Verkværasalan, GTSA 10, ef þið viljið fá afslátt af netversluninni í höfðum. Mæli mikið með að ná sér í Milwaukee eða Yato eða Ryobi verkværi þar á góðum kjörum. Við erum með lavasjó. Það er náttúrulega allir á leiðinni í einhverju útilegu í þessu sumafríi að gera að koma við þar, sérstaklega með krakkana eða hvað það er og sýna þeim sjóið. Já, nóg er nú búið að vera að tala eldgos síðustu 3-4 árin að það er alveg skott að sýna krakkanum hvað þetta er sem hefur verið að tala svona mikið um. Já, nákvæmlega, og lefa að sjá þetta upp close. Já. Og svo er það Yamaha, að það nú ekki að kynna það fyrir neinum svona kappasturunnanda held ég almennt. Nei, það eru náttúrulega marg reyndir í akstursíþróttum, saman hvort að það er á hjólum eða hverju það er, að vera innvolveraðir í áratugi. Já, ég þarf að fara að kíkja þangað, ég þarf að fara að púsla saman þessu hjóli fyrir sumarið, ég þarf að fara að köpa með varahluti. Þetta er allavega búið að vera gríðlega skemmtilegt tímabil og bara eins og á allt heiður að lýsa með þér. Mikill heiður að fá að lýsa með þér. Við bara, með þeim orðum held ég að við bara þökkum áhorfendum, keppendum, styrktaraðilum, samstarfsaðilum. Já. Og bara, já, segjum bara gleðilegt sumar, sjáumst í haust. Gangi ykkur vel á morgun og hinn. Já. Og verið þið bless. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Bye bye.